Hér erum við komið Hyundai Kona Hybrid. Þessi bíll, hann lítur mjög vel út. Hann er fallega hannaður og hann er á skemmtilegum felgum. Þið sjáum hérna grillið hérna. Það er Sversi í ætt Hyundai. Allt frá því að Hyundai kom árið 2017 hefur hann notið alveg gríðarlegra vinsælda í flokki smærri jepplinga. Nú, við segjum kona hérna á Íslandi alveg svo við sem að tala kvenmann. Þetta er náttúrulega ekki orðið kvenmaður, heldur er nafn bílsins Kona dregið af vestari hluta eyjunnar Hawaii sem er Kyrrahafseyja eins og allir vita. Það eru reyndar ekkert margir blendingar á markaðunum eða full hybrid bílar eins og þessi hérna. Við erum að tala Toyota CHR, hann er full hybrid og svo Kia Niro, en það fjölgar í hópnum og þetta er ein nýja típan sem er að koma í þennan hóp blendinga, Hyundai Kona. Við erum að tala 32 kW rafhlöðu sem að togar 170 Nm. Það þýðir að ef þú gefur þessu bíl inn, af því að hann er hybrid, þá tekur hann alveg ágætlega við sér. Og við erum að tala stýrið hérna líka. Stýrið er alveg lauflétt, þetta er rafmagnsvökvastýri og þrátt fyrir það að bíllinn er svolítið stífur og þá tekur hann hoddinn mjög vel og er mjög mjúkur og þægilegur í stýrinu. Eina sem maður getur fundið það kannski er að setja hann hérna undir rassinum á mér, hún mætti halda betur við, annars er bakstuðningur mjög góður og sætið heldur bara alveg ákaflega vel við. Þessi bíll er sjálfskiptur, hann er 6 gíra sjálfskiptingu og það er náttúrulega tvöföld kúpling í honum. Hérna hon í vélarrýmið á Hyundai Kona. Það er talsverður munur nefnilega á mild hybrid og full hybrid. Mild hybrid er bara með litla rafhlöðu, til dæmis undir sætinu, sem að rétt gefur púst þegar bílinn þarf á því að halda, eða þarf á orku að halda. En full hybrid, hann endurnýtir orkuna í akstri og þú getur notað orkuna í raun og veru allan tíman sem þú ert að keyra bílinn. Og síðan erum við að tala annan mun á plug-in hybrid og hybrid og full hybrid. Plug-in hybrid, hann setur í samband, en sú rafhlaða er talsvert miklu stærri heldur en í hybridbílinn, því að í hybridbílinn hann vinnur með brunavélinni, hybrid drifrásinn og brunavélin vinna saman, en það er ekkert mjög stór rafhlaða sem að hybridbílinn vinnur á. Hins vegar ertu með mun meiri og stærri rafhlöðu í plug-in hybrid, sem þýðir að þú hefur allt upp í kannski 40 til 50 km upp á að hlaupa í plug-in hybridbíl, en þú þarf náttúrulega að setja hann í samband þegar straumurinn er búinn. Að vísu endurvinnur hann eitthvað lítið en ekki nóg. Nú, þessi Hyundai Kona, hann er byggður á Ioniq Hyundai bílnum sem kom fyrir nokkrum árum og Hyundai er að gera mjög skemmtilega hluti í rafmagnsbílum og þessum tvöföldu drifrásum. En þessi bíll er sem sagt til í hybridútgáfu, hann er til í bensínútgáfu og svo er hann til í rafmagnsútgáfu, sem sagt algjörlega rafdrifin. Það er mjög gott fótapláss hérna. Ég er tiltölulega stór einstaklingur. Það fer ákaflega vel mig hérna í sætinu. Og hér erum við með fullt af alls konar fínerí. Við erum með þráðlausa hleðslu, það eru 12 V tengi hérna, 180 W, það er USB tengi, það er tölvustýrmiðstöð, það er 7 tómu snertiskjár með alls konar markmiðlunar þægindum og svo er mælabúrið hérna meira og minna stafrænt. Sætin í honum eru bara þokkaleg, góður bakstuðningur, setan mætti halda aðeins betur við botnin en hann er svolítið stór á mér endar. Að öðru leyti þá er bara mjög gott að sitja hérna. Það eina sem ég tek eftir að plasti hérna, þetta er hart plast. Af hverju setja þær ekki aðeins mýkt í þetta hérna, í svona fínum bíl? Það eru hérna glasahaldarar, það er Krell hljómkerfi í honum. Þetta er allt mjög solid og hreyfist ekki neitt, þetta er vel byggt hjá Hyundai. Þessi bíll er ákaflega vel búinn. Þá erum við komin inn aftur í. Það æsir sko ekki hann hér. Það er sko alveg yfirdrifin og pláss hérna.
Höfuðplássið hérna uppi er mjög gott. Fótaplássið er alveg frábært. Hæðin á sætunum er þannig að þú kemur fótunum vel undir og til dæmis á langkeislu væri bara mjög gott fyrir mig að sitja hérna. Sætin eru stinn og þau eru svolítið stíf en það finnst mér ekkert verra. Mér finnst gott að sitja í svona sætum sem að halda aðeins við. Hann fær mjög góða einkunn fyrir pláss í aftursætum. Í mælaborðinu þá erum við að tala um 3,5 tommu skjá sem er svona digital skjá. Það er 7 tommu snertiskjár með Android Auto og Apple CarPlay og það er allt í þessum bíl. Við erum að tala um blindsvæðagreiningu, akgreinavara, árekstraröryggiskerfi sem er mjög öflugt hjá Hyundai. Ég mæli með að þið skoðið á vefnu þeirra hyundai.is upplýsingar kerfið þeirra í bílunum, öryggiskerfin, þau eru mjög flott. Við erum líka að tala um í því kerfið er sjálfvirk neyðarhemlun bæði að framan og aftan þannig að ef ykkur gengur fyrir bílinn eða hjóla fyrir bílinn þá stöðvar hann fyrir til þess að koma í veg fyrir slys. Og eins það að þú keyrir ekki, bakkar ekki aftan á einhvern hlut eða þá að einhver sem gengur í veg fyrir bílinn þá kemur í veg fyrir það að þú keyrir hann niður. Það er þráðlaus hleðsla, það er mjóbakstuðningur og það er bara allt rosalega flott í þessum bíl. Hann er mjög vel búinn. Það verður að segjast eins og er.